Andlegi parturinn af Taekwondo rosalega stór. Pabbi minn hefur stytt mig í gegnum þetta allt. Og hann er alltaf á staðnum og kemur mér ennþá með mér á æfingar. Ég var eiginlega ekki hér að það væri ekki fyrir hann. Vegna þess að hann var sem að stöðva mig af þegar ég var alveg að fara í ofþjálfun. Maður dálítið bara í svona öðrum heim. Og ef þú ert ekki alveg 100% á staðnum, þá getur það bara kostað þér leikinn. Algeng meiðsli í þessu sporti er að togna, sem sagt, í ökkla. Líka getur verið algengt að fá meiðsli í hné. Mataræði skiptir gífurlega miklu máli. Breska landsliðið mælir sterklega með því að drekka mjólk eftir æfingar vegna þess að hjálpar með endurbyggingu líkamans. Maður verður bara að fatta dálítið að þetta er erfitt, þetta er vont. Og ef þú ætlar að komast í gegnum þá verður þú að æfa þegar þig langar ekki að æfa. Þrautseigja skiptir meira máli að vera góður íþróttamaður heldur en náttúrulegir hæfileikar. Mjólkin gefur styrk.